Komið í sæl, Jóna Guðrún Jónsdóttir heiti ég og aðjúnkt við menntavísindasvið Háskóla Íslands og ég mun hér kynna rannsókn sem ég og Dr. Rannveig Björk Þorkelsdóttir, dósent við Háskóla Íslands menntavísindasvið, gerðum og ber heitið að láta draumana rætast, ávinningu nemenda af þátttöku í skrekk, hæfileikakeppni grunnskóla Reykjavíkurborgar. Markmið þessar rannsóknar var að stuðla aukinni þekkingu á listkennslu og skoða hvað áhrif þáttaka í verkefni eins og skrekk, hæfileikakeppni grunnskóla Reykjavíkurborgar, hefur á líðan og sjálfsmynd ungmenna. Jafnframt var markmiðið að skoða áhrif skrekks á skólabrag og skólamenningu þegar skólar tóku þátt. Þess ber að geta að rannsóknar var unnin í samvinnu við Reykjavíkurborg og styrkt á rannsóknarsjóði Háskóla Íslands. Rannsóknarspurningar voru tvær. Fyrsta, hvernig telja ungmenni að þáttaka í skrekk, hæfileikakeppni grunnskóla Reykjavíkurborgar, hafi á líðan þeirra og sjálfsmynd og hins vegar hver birtingarmynd þátttöku í skrekk á skólasamfélag þátttökuskóla. Aðferðafræði rannsóknar byggir á eiginlegri rannsóknarhefð sem fellur undir etnografíska rannsókn á grunni félags- og menningarkenningar. Tekin voru viðtöl við nemendur í rýnihópum ásamt viðtöl við kennara og skólastjórnendur. Einnig var stuðst við þátttökuathugun farið var á úrslitakvöld skrekks í Borgarleikhúsinu. Greining á gögnum fólst í túlkunarfræðilegri nálgun þar sem leita var að þemum og mynstrum í gegnum opna kóðun. Þátttakendur í rannsókninni voru ungmenni úr 7 skólum á aldrinum 13 til 15 ára sem tóku þátt í hæfileikakeppni skrekks haustið 2019, síðastlið haust, ásamt stjórnendum og kennurum þátttökuskóla. Gagnaöflun fól í sig viðtöl við þáttakendur en einnig var fylgst með ungmennum í nokkrum skólum á úrslitakvöldi í Borgarleikhúsinu, eins og áður var sagt. Ef við skoðum aðeins hvað fræðin segja áhrif listkennslu, hafa Mikael Andersson og Jonathan Neilands bent á að listir séu umbreytandi á marga vegu, þar sem efniviðurinn í stöðugri breytingu og þeir segja einnig að með listunum umbreytist hugmyndir í veruleika, samvinnan umbreytir manneskjónum sem taka þátt, þar sem veruleikin dregin í efa og endurhugsaður. Þannig sér stað félagsleg umbreyting í gegnum listirnar. Neilands leggur einnig áherslu á að listir gefi börnum kröftuga leiðir til að takast á við reynslu sína, auk þess sem þær efla velsæld, seiglu og félagslega hæfni. Hann segir einnig rannsóknir hafa sýnt fram á að umbreyting í krafti lista gefi tækifæri til að þróa félagsleg gildi, auki sjálfstraust og umburðarlyndi. Mike Fleming hefur einnig bent á að menntun í dag byggist ekki einungis á því sem birtist í námskrá, heldur ekki síður á því að skapa jákvæða menningu innan skólans, en sýnt hefur verið fram á það sem boðir upp á mikla listkennslu sem viðhorf nemenda jákvæðara, sem hafi aftur áhrif á almenna hæfni þeirra í námi. Fleming hefur einnig bent á að listir auki skilning okkar á heiminum, þar sem þær geta breytt ríkjandi hugmyndafræði og víkki út sjóndeildarhring okkar. Hann bendir á mikilvægi þess að kennsla í listum sé ekki aðeins til þess að nemendur geti tjáð sig með listsköpun, heldur verður þeir að fá tækifæri til að skoða og meta listir út frá mörgum sjónarhornum. Og þannig verður til aukin þekking í gegnum reynslu og skilning. Við greiningu gagna á rannsókn okkar Rannveigar voru greind 2 yfirþemu. Í fyrsta lagi valdefling út frá lýðræði og í öðru lagi valdefling út frá reynslunámi. Undir þeim voru 3, félagsleg tengsl, vellíðan og velsæld og áhrif á skólasamfélagið. En skoðum niðurstöður út frá sjálfsmynd, líðan og áhrif á skólasamfélagið. Nemandi 4 í skóla A segir: maður byggir eiginlega upp svona sjálfstraust eða svona sjálfsmyndina sína meira og meira upp. Þetta hjálpar manni þegar þú ert að sýna á sviði, þá ertu ótrúlega stressaður. En þegar þú fer svo út, þá ertu bara ógeðslega ánægður með þig og bara, vá, þetta átti að vera ógeðslega gott atriði og þetta var bara gott atriði. Og ef við skoðum áhrif á líðan, þá segir nemandi 5 í skóla D: þetta ógeðslega gaman og þú kynnist krökkunum sem þú ert alltaf með á hverjum degi sem þú þekktir ekkert. Annar nemandi segir: þetta líka öll árið sem við muna eftir. Rosa mikil stemning bak við þetta, líka bara maður kynnist miklu fleira fólki.
Og enn annar nemandi segir bara þetta ótrúlega þroskandi og þetta bara svona. Ef maður getur gert þetta, þá getur maður gert svo margt fleira. Já, líka sjá bara hvað við getum gert sem hópur. Ef við söfnum saman, þá getum við gert eitthvað sem við erum stolt af. Og kennari, eða 2 kennarar segja, ég tel það hafa mjög jákvæð áhrif á skólasamfélagið, aðalega hvað ferli varðar, þá mynda það svona samvinnu og þau kynnast á milli árganga, þau temja sér svona ákveðna ábyrgðartilfinningu og vinnu, samvinnuhæfni, sem bara dreifist út í hópinn sem slíkan. Það myndast svona stemning fyrir þessu. Og annar kennari segir, skrekkur í grunni bara ein stór lífsleiknisprengja, þarna eru krakkar að starfa þvert á árganga, að alls konar verkefnum, sem innan þess verkefnum sem heitir þá atriði eða leikrit eða hvað þú vil kalla það. Nú ef við tökum saman niðurstöður, var ábyrjandi hversu þátttakendur í skrekk upplifðu reynslu sína í verkefninu sem valdeflandi þátt í námi sínu. Þeir juku við reynslu sína í gegnum verklegt ferli og báru ábyrgð á eigin vinnu. Þeir upplifðu þáttöku bæði jákvæða og uppbyggjandi í gegnum félagsleg tengsl þvert á árganga sem byggðist meðal annars á gagnkvæmri hlustun og virðingu sem gerði samskipti á göngum skólana auðveldari. Þáttakendur upplifðu gleði í vinnu sinni í skrekk, þeir tengdu við frelsi í hugmyndavinnu og ákvarðanatöku þar sem þeir tók ábyrgð á námi sínu og sem aftur hafði eflandi áhrif á liðsheildina. Nemendur upplifðu mikla samstöðu og samvinnu. Það jákvæða andrúmsloft sem þátttakendur sköpuðu í námi sínu gerði það að verkum að þeir áttu auðveldara með að aðstoða hver annan á uppbyggilegan hátt með gefandi samvinnu og samkennd þar sem þeir fengu tækifæri til að spegla sig í félögum sínum og sjá sjálfan sig í nýju og uppbyggilegu ljósi við skapandi aðstæður og þar sem tekið var tillit til ólíkra sjónarmiða. Nemendur upplifðu einnig þáttöku sem þroskandi í ljósi þess hversu erfitt og krefjandi það var að taka þátt. Þáttakendur í skrekk upplifðu að aðrir nemendur skólans litu á þessum fyrirmyndir í tvennum skilningi. Annars vegar fyrir að hafa kjark og þor til að taka þátt og keppa fyrir hönd skólans og hins vegar þann möguleika að taka þátt síðar sjálfir. Þeir horfðu á þáttakendur á sviðinu og hugsuðu, þarna ætla ég að standa eftir nokkur ár. Jafnframt kom fram að frammistaða og þáttaka hvers skóla jók á stolt nemenda. Hvort sem var ræði hlutverki áhorfenda eða þáttakanda eða þeirra sem fylgdust með úr fjarlægð. Þannig urðu bæði þáttakendur og áhorfendur hluti af skrekksamfélaginu þar sem félagsleg tengsl skapast auk menningar og samfélagslegra áhrifa sem hefur áhrif á skólasamfélagið í heild sinni. Og myndinni hér til hliðar hægt að sjá á myndrænan hátt hvernig þáttaka í skrekk hefur áhrif á skólasamfélagið í heild sinni. Þið sjáu skrekkin í miðjunni og þar sjáu að það er unnið eftir lýðræðislegum vinnubröðum sem hefur áhrif í báðar áttir. Það á sérsta reynslunám sem hefur einnig áhrif í báðar áttir. Áhorfendur, hvetja þáttakendur og þáttakendur taka við hvatningu áhorfenda og síðan eru aðrir nemendur, til dæmis eins og ég sagði áðan, sem að horfa á þátttakendur og ætla að keppa sjálfir seinna. Og svo líka þeir sem eru á hliðarlínunni, eru ekki endilega innan skrekksópsins en vilja fá að hjálpa. Þannig að við sjáum að þáttaka í skrekk hefur áhrif á skólasamfélagið í heild sinni. Að framangreindum að sjá að listir auka skilning okkar á heiminum, víkkar út sjóndeildarhring okkar, auk þess að vekja áhuga á mannlegum eiginleikum. Að auki bjóða listirna ríkjandi hugmyndafræði byrgin og efla skapandi hugsun. Fyrir tilstuðlan listana geta nemendur skapa nýja fagurfræðilega þekkingu og dýpka mannlega nálganir sínar og reynslu. Og því er mikilvægt að viðhalda og efla listgreinakennslu í grunnskólum landsins fyrir alla nemendur. Að lokum, sameiginleg reynsla leikhússins og listarinnar sáir skapandi fræjum til framtíðar. Takk fyrir.